vegna þess að ef að við ætlum að lifa í fjölmenningarsamfélagi sem að það var nú bara pólitísk ákvörðun að Ísland fjölmenningarsamfélag það þýðir þá að það fólk að koma hérna úr með alls konar bakgrunn mismunandi menningum, mismunandi trúarbrögðum og ef við ætlum ekki að detta í fordóma og einhvers konar stríð á milli hópa og átök þá verðum við að fræða börnin okkar hvaðan þetta fólk að koma hverjir eru þeirra siður og venjur ef ekki það hafa ekki þessa þekkingu og fordómar koma oftast upp úr vanþekkingu skortur og fræðslu og en ég ekki vissum að þetta hafi heldur verið gert nógu vel. Nei. Og eins þá þetta fólk sem að koma allar að koma og eru partur af íslensku samfélagi þá þurfa þau líka þessa kristinfræðslu til þess að átta sig á því og læra það hvert þau eru komin og hverjar svona, þú veist hver svona þessi almennu siðferðisgildi hér sko. Þú veist hvað við gerum og hvað ekki og að þessu leitinu þetta bara mikilvægt sko. En heldurðu að þegar börn eru eða fólk bara segjum ef það sé fætt 2001 komin yfir tvítugt og hafa litla sem enga samkennd heldurðu að sé að kenna þeim að vera með samkennd? Já, ég held að það verður aldrei of seint. Nei. Það var aldrei sent. Þetta er bara, þú veist, þetta er bara partur af þroska, sko. Við erum alveg að þroskast alveg langt fram eftir öllu. Ég það er 29 ára held ég, það er 30 þegar ég byrji, eða 29 ára, þegar ég byrji í guðfræðideildinni, sko. Var það í 5 ár og ég tók ótrúlega persónulega þroska þar, sko. Og það var nú bara þannig að mér fannst samkenndin mín aukast til muna bara þar sko og þar lærði ég alveg helling það hver ég sko og lærði rauninu líka bara fyrir hvað ég vil standa sko en þannig að já, ég held að það sé alveg hægt að kenna öllum þetta sko svo náttúrulega bara þú veist, kenna öllum þú veist, flestum svo bara sumir sem að bara skortir þetta skortir hennar skilning ef fólk með getuna til þess að finna til með öðrum narsisist, það ekki hægt að kenna til dæmis narsisistum að hægt að vera það? Já. Þetta ekki